Bæjarritari sem hér í sal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 287. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hér á dagskrá í dag eru fundargerð bæjarráðs nummer 652, eignaskipulags- og umhverfisnefndar nummer 253, hafnarstjórnar nummer 237, menningar- og nýsköpunarnefndar nummer 22, ungmennaráðs nummer 3 og síðan eru hér almenn mál vísað frá nefndum og bæjarins. Það er endurskoðun aðalskipulags, drög að skipulags- og matslýsingu lögð fram sem komin hér frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd. Lántaka 2020 og lánasjóður sveitafélaga sem vísað á bæjarráði, samþykkt þar. Og síðan viðauki 1 fjárhagsáætlunin sem vegna fyrri breytinga, lántöku, gervigras, breytingar, ísbúð, húsaleigusamning, Hafnarbraut og svo framvegis. Þannig að þetta það sem hér liggur fyrir dagskrá í dag. Aðeins fá heimild að óska því við bæjarfulltrúa og fáum að lyfta hér upp lið sem 4.6 í fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar. Það starfshópur nýsköpun og atvinnuþróun sem nefndin skipaði á síðasta fundi sínum. Það hefur orðið óskum breytingu. Jón Árný Þórðardóttir sem var í hópnum, hún mun verða honum til ráðgjafar eins og fyrir önnur sveitafélög, en í stað hennar kemur Lilja Jóhannesdóttir, skólameistari. Eru einhverja athugasemdir að lyfta þessum lið? Nei, þá verður það gert bara hér formlega þegar við tökum fundargerðina svo fyrir, kynnt hér að þessi breyting eigi sér stað. En þá byrjum við fund, göngum til dagskrár og það fyrst fundargerð bæjarráðs nummer 652, Eydís Ásbjörnsdóttir Böfmárið, gerðu svo leitis. Forseti, bæjarstjóri og ágætir bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkra liði í fundargerð bæjarráðs nummer 652. Ég vísu sat ekki þennan fund þar sem ég var veðurteppt á Suðurlandinu. En það liður 2, barnvæn sveitafélög, innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En tekið var fyrir erindi frá félagsmálaráðuneytinu og UNICEF á Íslandi með tilboði þátttöku í verkefninu Barnvæn samfélög. Og að ræða verkefni sem styður sveitafélög innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var lögfestur hér á Íslandi 2013. Bæjarráð tók jákvætt erindið og vísaði því til umsagnar hjá fræðslunefnd, íþrótta- og tómstundanefnd, félagsmálanefnd og ungmennaráði. En eins og fram kemur í erindinu þá hóf Akureyri innleiðingu verkefnisins árið 2016, fyrst sveitafélaga á Íslandi, og í framhaldinu fylgdi Kópavogur sem hóf innan 2018 og Hafnarfjörður 2019. Og áhugi á þátttöku í þessu verkefni hefur verið mjög mikil. En þau sveitafélög sem taka þátt munu hafa forgang á uppsetningu mælaborðs sem hefur að geyma safn mælinga úr rannsóknum á velferðarstöðu barna og ungmenna innan sveitafélaga og eru mælingarnar 8-10. En tilgangurinn að fá betri mynd af almennri stöðu barna í samfélaginu hverju sinni og þeim verkefnum sem brýnt að takast á við og forgangsraða. En mælaborðið var þróað á Kópavogsbæ og í samstarfi við félagsmálaráðuneytið og UNICEF á Íslandi og ég mæli með því getið farið inn á heimasíðu Kópavogs og þá þar myndband, kynningamyndband að þessu verkefni, en þetta mjög áhugavert og góð vinna sem hefur verið þar unnin. Það liður 3, framlagt minnisblað bæjarstjóra framkvæmdir við Egilsbúð félagsheimili núna árinu 2020 og kostnaðarvegna framkvæmda eru mætt með sölu eigna. En bæjarráð samþykkti tillöguna og vísar erindinu til eignaskipulags- og umhverfisnefnd og jafnframt til fjármálastjóra til gerðar viðauka. En forseti mun fara hér yfir málið eftir, en hann í þessum starfshóp sem hefur yfir umsjón með þessu verkefni. Það liður 6, það framlagt til kynningar, verkfallsboðun 2020, það voru lagð til kynningar niðurstöðu atkvæðagreiðslu meðal félagsmanna, starfsmanna, félags Fjarðabyggðar og félag opinberra starfsmanna á Austurlandi verkfall og sem áætlað að hefjast miðnætti þann 9. mars næstkomandi með tímabundnum vinnustöðum.
Bæjarráð fól mannastjóra að fara yfir með stjórnendum stofnanana og viðbrögð og ráðstafanir vegna verkfallsaðgerða. En sem verður að taka fram að í dag var lagt fram minnisblað frá landlækni, ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni þar sem þeir skora á deiluaðila að leita allra leiða til að enda þær verkfallsaðgerðir sem eru núna í gangi og koma í veg fyrir verkfallsaðgerðir vegna kórónuveirunar, en minnisblaðið var sent til ríkisins, sveitarfélaga og stéttarfélaga. Það er liður 9, lántaka 2020 hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem var áður á dagskrá bæjarráðs í lok janúar, en það fyrir liggur samþykki hjá Lánasjóði sveitarfélaga lána uppað 200 milljónum að eigin fé sjóðsins til Fjarðabyggðar. Bæjarráð samþykkir fyrir sitt leyti að lánið verði tekið og vísar til bæjarstjórnar til staðfestingu lántökunnar. Lántakan hefur verið afgreitt hér á eftir undirliðnum almenn mál. Það kom lið 10, það kom áskorun til bæjarstjórnar Fjarðabyggðar vegna sundlaugarinnar og Reyðarfirði lagt fram frá nemendum í grunnskólanum og bæjarráð þakkar nemendum brefið og verður að taka fram að það er verið að vinna að lausn þessara mála. Einnig tók bæjarráð umræðu áætlanir og viðbrögð við kórónuveirunni og ráðstafanir sveitarfélagsins og bæjarstjóri hann situr í almannavarnanefnd og sem fylgist grannt með ástandinu og jafnframt fól bæjarráð mannastjóra eftirfylgni með ferlum og ráðstöfunum í okkar stofnunum. Takk fyrir Eydís, fleiri kveðsljós, kannski aðeins bara fylgja eftir því sem Eydís vísaði til mín í lið 3. Eins og við þekkja þá höfum verið að kappkosta að koma inn starfsemi félagsmyndaðar og eldri borgar í Egilsbúð til þess að nýta húsið. Á síðasta árið þá fórum við í rafmagnsviðgerðir, það var farið í svona yfirlit hvað þyrfti að gera til þess að myndi nýtast. Það var farið hérna í rafmagnsviðgerðir vegna þess að tafla var, ekki að segja það að hún var barsins tíma, heildartafla hússins og ásamt því að það var gert klárt rými sem áður hýsti útibú bæjarskrifstofunnar fyrir eldri borgara og síðan viðbygging svokölluð stúka fyrir félagsmiðstöðina sem þar er komin inn og byrjuð starfsemi. Eftir stóð að við þurfum að koma fyrir svona lítli lyftu fyrir milli hæða út, aðgengi fyrir fatlaða hefur alltaf verið ofanverð í þessu húsi, svona kannski undanþágu heimild og jafnframt salerni fyrir fatlaða. Það er það sem við erum að horfa í núna fyrst og síðast ásamt því að sami að taka niður milliveggi, milli herbergja til þess að búa til stærri herbyggi neðri hæð. Það er búið að fara í gegnum þetta, við erum svo heppin að þarna erum að ræða lyftu sem fer bara á milli, ekki segja þetta er svona einna hæða lyft, þannig að við erum að fara í svona okkur hálflyftu sem er opin, sem er einfaldari bæði uppsetningu og frágangi og það er búið að kostnaðarmeta og þessar framkvæmdir upp á alltaf 15 milljónum og jafnframt að við munum mæta því með sölu eigna þessu ári. Eigna sem við eigum út í Neskaupstað sem verður tekið af á móti sem farið núna á sölu vonandi sem fyrst, allavega fyrir vorið og þannig munum við horfa til þess að þetta verkefni klárist. Þá verður leið búið að koma þessari starfsemi inn ásamt því náttúrulega bara húsið til almennar útleigu eins og hinn félagsheimilin og hefur verið náttúrulega aðeins í því slíkri notkun núna en þarna getur það hýst þessa starfsemi og leið við þá losað okkur við aðrar húseignir eða breytt notkun þeirra sem það hafa verið hýst. Því að markmiðið náttúrulega bara að fækka, svona gera breytingur á eignasafninu allavega með það fyrir liðum að nýta húsnæði betur sem við eigum og láta það annað sem við nýtum ekki þá í hendur annara sem það geta keypt og nýtt, þannig að við minnkum þann kostnað. Svona ekki fleira í þessari fundagerð held ég sem Eydís hefur svona ekki annað öðru sem farið yfir. Við erum það mun liggja fyrir hér liður 12 næsta fundi bæjarráðs, úttekt á áðurnefndri skemmu sem er hér við starfsmannaþorpið sem slökkviliðið hefur verið að horfa á sem æfingaraðstöð en við ákváðum að fela framkvæmdasvið að skoða
ástand hennar líka bara upp á framtíðin að gera. Það ætti að liggja fyrir núna á næsta mánudag, þannig að þetta sé að taka þá ákvörðun út frá því. En vildi svona það kanna fyrst vel hvort hún einfallega bara hentaði þá í þessa starfsemi. Ef vilja fleiri kveðsljóðsandi fundargerð Bæjarráðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber henni til samþykktar. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér næst fundargerð eigna skipulags- og umhverfisnefndar númer 253. Leikur hvað þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera eigna skipulags- og umhverfisnefnd. Hún núna. Veit ekki hvað þessi hljóðs. Einar Már, gerðu svo vel. Já. Forseti, bara örfá orðum, fundargerð eigna skipulags- og umhverfisnefndar, fundur númer 253. Í fyrsti liður það Eskifjarðarvöllur, kannski skýra það aðeins hvað þarna verið að gera. Það raunverulega bara verið að safna saman gögnum og hugmyndum þannig að við getum áttað okkur á umfangi. En eins og við vita þá liggur fyrir í aðalskipulagi að þetta sé aðalleikvangurinn í sveitarfélaginu og það liggur líka jafnframt fyrir að nota þessum velli nú ekki eins góð eins og menn vildu helst því að hann utan lægsti punktur þarna í umhverfinu og safnast á hann bleita mikil og það leðandi frís og þetta þannig að það alveg ljóst allavega eins og að það ekki nema eitt lið sem að hámarki getur nýtt völlin til keppni. Þannig að það sem sagt verið bara að vinna í þessu og það var sviðsstjóra framkvæmdasviðs og íþrótta- og tómstundafulltrúa var falið að taka saman greinargerð og hlera svona hvað menn hafa verið að velta fyrir sig í þessu sambandi. Það til að taka af allan vafa, þá erum við ekki að fara að skipuleggja einhverjar framkvæmdir á morgun í þessu. Heldur erum við aðalega að safna gögnum til þess að geta þá gert áætlun um uppbyggingu og getum þá sett það í eitthvað samhengi við annað. Þetta bara hluta því að við erum að ná bara yfirliti yfir það hvað býður okkar, þannig að við getum reynt að raða hlutunum upp í einhverja skynsemisröð. Nú síðan þetta mál sem verður hér áfram inni, það ofanflóðavarnirnar á Eskifirði, það grjótáin, eins og flestir bæjarfulltrúar kannast við, þá snýst þetta fyrst og fremst kannski það að það engin tilbúin til að fara að samþykkja það að Bleiksárhlíðin verði blindgata, heldur þarf auðvitað að tryggja akstur útúrinni að innanverðu og það nokkrar hugmyndir sem verið að skoða og sviðsstjóra framkvæmdasviðs var bara falið að vinna áfram á málun og leggja það aftur fyrir nefndina en ég held að sé ekki tímabært að við förum að ræða nákvæmlega þá möguleika sem þarna í stöðunni aðra en þá að það augljóst mál að við getum ekki og munum aldrei sætt okkur við það að Bleiksárhlíðin verði blindgata. Nú síðan 14. liður fundargerðarinnar, það endurskoðun aðalskipulags sem verður náttúrulega tekið hér fyrir á eftir sem tillagan það að það var að taka næsta skref sem þá það plagg sem nú liggur fyrir sem svona ákveðið grunnplagg, það fer til umsagnar og athugasemda og verður opnað fyrir bæði almenning og ýmsa aðra aðila að hérna verður sent til umsagnar aðila og svo opnað þetta á heimasíðu þannig að það sé hægt að fara að safna gögnum og svo munum við taka ákvörðun hvenær tímabært að fara í næsta skref og þetta munum þetta fara í mjög opið ferli, bæði sem sagt á neti og með vefgátt þegar að því kemur og síðan auðvitað verður fjöldi funda með íbúum til þess að fara yfir plaggið því að þetta auðvitað eins og bæjarfulltrúar þekkja mikilvægt plagg sem þarf að vanda sig við því að þarna raunverulega mótum við framtíðar sýnina fyrir sveitarfélagið og þurfum þess vegna að hafa allt undir. Mismunandi auðvitað nákvæmt í smáatriðum en allavega ramminn verði þarna settur það hvert við stefnum með sveitarfélagið okkar. Þakka fyrir Einar, vilja fleiri kveðsljóðsundir fundargerð eigna skipulags- og umhverfisnefndar. Svo virðist ekki verið en berandi samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Það var næst fundargerð Hafnarsnúmer 237, vilja ég opna mælskrám hana bara, minni bara bæjarfulltrúa á í henni þennan fund sem alveg 20. apríl, það alveg rúmur mánuðu þangað til, en bara hennan þessa kynningu og lýsingu fyrir gerð strandsæði skipulags, það mjög brýnt að við getum sótt það, bæjarfulltrúar og hafnarstjórn. Það verður fundur í svæðisráðum Haf og Strand hér í Fjarðabyggð á morgun hjá þessu svæðisráði sem ég og Gauti sitjum í frá Djúpavogi
og það sem við erum að fara yfir þessa lýsingu, allavega svona fyrstu drauga af henni, og ég vona sannlega að þetta ferli, sem segja orðum þannig að þetta gangi frekar hratt. Við lögðum þetta okkar vinnu inn í þetta strax í upphafi og sem var það sem við vorum búin að vinna hér í nýtingaráætlunum fyrir okkar, og bentum á að þar væri komið þetta mjög gott sniðmót eða form að þessu haf- og strandsvæðaskipulagi. Það er svona helsta hér, svo náttúrulega bara sjá það er búið að sækja hér lóð undir húsnæðin fyrir fiskmarka Austurlands og Hafnarsvæðið í Neskaupstað. Þetta sem var hér áður til umfjöllunar í fyrra, en þá fór svo í skoðun hjá fiskmarkanum að nýta aðrar byggingar en það hefur í viðræði við Síldarvinnsluna. En af því varð ekki, þannig að fiskmarkaðurinn er búin að eldin í umsókninu lóð og við höfum tekið jákvætt til Hafnarstjórn, en ef við fólum Hafnarstjóra að ræða við fiskmarkaðurinn útfærslu á þessari lóð. En við þurfum að gera ráð fyrir að það kom hér svo aftur og síðan til eignar skipulagsumhverfisnefndar einnig. Við byrjum ekki að reyna að fá útlýstinguna á hann hvar staðsetningan er svona nánar, þannig að það geti farið að fara sem fyrst á stað, þannig að það hamli ekki fiskmarkaðurinn. En það var ekki fleira sem ég vildi segja, orðið er laust. Engin kveðsljós, ég bara eftir saðendar. Hún er saðend með 9 atkvæðum fundargerð Hafnarstöðvar. Þá er næst fundargerð menningar og nýsköpunar nr. 22 og með áður nefndum breytingu sem bæjarfulltrúar hafa samþykkta liður 4.6, hún með lift hér upp bæjarritari, og þar er gerð tillaga breyting á skipun þessa starfshóps. Jón Árný Þórðardóttir getur ekki tekið sæti í honum en svo ætlað var, og í staðinn hennar kemur Lilja Guðný Jóhannesdóttir. En orðið er laust fundargerð menningar og nýsköpunar, Eydís Ásbjörnsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla aðeins að koma hérna inn á lið 6 í fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar. Það var ákveðið að stofna starfshóp til þess að meta tækifæri, eða verkefni hópsins er að meta tækifæri til nýsköpunar í Fjarðabyggð, stuðning og styrki til frumkvöðla. Hópurinn mun þá óska eftir samstarfi við nýsköpunarmiðstöð, atvinnu og nýsköpunarráðuneytið og aðra stuðningsaðila við verkefnið, og hópurinn leggur til á starfstíma verkefni og aðgerðir í málaflokknum. Hópurinn greinir í núverandi stöðu og leggur til nauðsynlegar aðgerðir til eflingar nýsköpunar og markmiða sem þarf að ná. Og starfstími hópsins er sem sagt út árið 2020 og mun á þeim tíma skila reglulega upplýsingum og niðurstöðum til menningar og nýsköpunarnefndar. Og þegar þessi ákvörðun var tekin, það var nú stuttu seinna sem kom nú svo í fréttum að það ætti nú að leggja nýsköpunarmiðstöð niður næstkomandi áramót, en það er bara ágætt að þessi vinna hún fer fram áður og við bara trúum því að treysti að það verður tryggt fjármagn hingað til okkar til Austurlands. En markmiðið í rauninni með því að fara af stað með þennan hóp er svona auðvelda fólki og þeim sem eru með hugmyndir einhvers konar nýsköpun að koma sínum hugmyndum í framkvæmd, hvernig það á að bera sig að og hvaða leiðir er í boði, og hvernig og hvert er hægt að leita til dæmis eftir styrkjum. Það vantar svolítið svona, finnst manni að fólk hefur kallað eftir því að það er svona vita hvaða leiðir er hægt að fara. Þannig að það er það sem við sáum að við myndum þá auðvelda fólki að leita sér eftir þessum upplýsingum. Hvað breytir sér að fleiri kveðsljóðs undir menningar og nýsköpunarnefnd? Svo verðist ekki verið beinda samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundargerð ungmennaráðs með 3, orðið er laust hana. Engin kveðsljóðs í beinda samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er nú komið liðin almenn mál og þar er fyrst endurskoðun aðalskipulags Fjarðabyggðar 2007-2027. Eins og kom fram hér í máli formanns skipulagsumhverfisnefndar, þá hefur nefndin nú afgreitt frá sér drög að skipulags- og matslýsingu vegna endurskoðunar aðalskipulags Fjarðabyggðar sem hefur farið í gegnum nefndir bæjarins, aðrar nefndir til umsagnar
og þaðan komið þá athugasemdir og er tekið tillit til þeirra. Nefndin samþykkti á síðasta fundi sínum þessa skipulags- og matslýsingu fyrir sitt leyti og vísa hér endanlega afgreiðslu til bæjarstjórnar. Orðið er laust um þetta. Rúnar Gunnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og félagar. Lántaka. Ertu þessu núna? Endurskoðun aðalskipulags. Ég hef ekkert það að segja sko. Þú kemur upp í næstu. Þú strika þetta út og orðið laust um þetta, engin gæsi ljós, þá ber ég hér undir atkvæði drauga skipulags- og matslýsingu, endurskoðun aðalskipulags, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kom í liðin lántaka 2020 hjá Lánasjóði sveitarfélaga, þessu vísa hér frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar, en það eins og áður segir, þá liggur fyrir samþykki hjá Lánasjóði sveitarfélaga lánað upp að 200 milljónir króna af eigin fé sjóðsins til Fjarðabyggðar. Þann 20. janúar síðastliðinn var samþykkti bæjarráð að heimila fjármálastjóra að leita eftir þessari lántöku af eigin fé sjóðsins þar sem vaxtakjör einstaklega hagstað í slíkari lántökum. Til að fjármálastjóra svo að þetta samþykki sem þetta fékkst verði nýtt og lánsheimild í ár auk 100 milljóna króna lánsheimilda sem fyrir í áætlun árs 2020. Bæjarráð tók töluverða umræðu málið á fundi sínum á mánudaginn og var sammála það að það ákveðið óvissa framundan, ekki eingöngu í tengslu við lónubrestana slíkt, það bara ákveðin óvissa í samfélaginu núna í ljósi hluta sem við sjáum þetta vitum ekki hvað áhrif mun hafa á okkur, hvað sem að ræða COVID-veiru faraldurinn, kjaramál og fleira, að það væri eðlilegt og rétt að við myndum nýta þessi lántökuheimildir og vera undir það búin að ýmislegt getur svo sem brotið á komandi ári, eitthvað sem við sjáum ekki fyrir núna og þannig að þetta kannski ekki komið það þeim stað að við þurfum að endurskoða fjárhagsáætlun, við þurfum að vera samt opin fyrir því við sjáum hver áhrifin verða þegar fram líður á þetta ár, að mínu mati allavega. En svo staðan núna þá, þetta svo sem erum við vonast til að COVID-veiran við höfum náð tökum á því sem mest og það gangi yfir og hafi sem minnst áhrif. En það verulega óvíst hvað áhrif hún kemur til að hafa með atvinnulíf, ferðaþjónustu og annað á Íslandi öllu. Það Fjarðabyggð ekkert sérstakt undantekningað tilfelli. Þetta bara mjög, mjög óvíst hvar við stöndum í þessu máli, hvar við stöndum sem þjóð og þannig að það var ekki síst ásamt því náttúrulega með leið að auka sjóðstreymi og geta á staðið undir framkvæmdum og fleira, að við leggjum til bæjarráð við bæjarstjórn að þessi lántöku heimild verði nýtt. Eins og áður segir af eigin fé lánasjóðsins, vaxtakjörin sem eru verulega hagstað með annað sem hér á markaði og það hér til umræðu og afgreiðslu. Orðið laust, Rúnar Gunnarsson, þú ætlar að biðja um orðið. Núna. Já, forseti, bæjarstjóri og fólk. Lántaka, þeir sem fylgjast mikið með störfum bæjarstjórnar, þeir segja að við séum afgreiða lántöku hér í árið á hverjum fundi. Ég gat svo sem ekki tekið undir það en fór nú svo að skoða þetta, þannig við erum aðeins oft að samþykkja lántökur. Þessi lántaka, hún ekki inn á planinu, sem sagt hún ekki við okkur vantar hann ekki. Ég búinn að segja fjármálastjóra, og ég ætla að segja hann aftur fyrst hann á það, hann verður að leggja þá borðið fyrir okkur hvað hann gerir við peningana. Ég vil sjá þessa peninga fara alveg beina leiðið því að greiða niður eldri skuldir, óhagkvæmar skuldir,
ef lífið er svona erfitt eins og Jón Björn segir, þá verður við bara að bregðast við því á annan hátt heldur en að taka lán. Hann sagði mér daginn að sjálfur að það væri hægt að greiða niður svolítið af skuldum, meðal annars sparisjóðslánið, með þessum hagkvæma láni sem við erum að fá. Ég er ekki sammála því að við séum bara að taka lán upp á kannski erfiða tíma framöndan. Það er ekki það sem ég er að samþykja. Við erum að fara að taka þetta lán og greiða niður skuldir sem bera hærri vexti heldur þetta lán. Það er alveg á hreinu hjá mér. Nýbúin að samþykja hjá Sparisjóðnum, nýbúin að samþykja hjá Íslandsbanka og þetta eru lán sem við getum greitt niður með þessum peningum. Þessi lán voru ekki, við erum ekki að taka þau til þess að framkvæmi fyrir þau. Við erum að taka þessi lán af því að þau eru hagkvæm. Takk. Orðið er laust, kannski ég fá nú aðeins að bæta við og bregðast við og örlitlu. Þannig að þetta hafa í huga að þessi umrædd lán sem ég láðist til að greina í upphafi, sem bera þessi vexti undir 2%, 1,9%, eru uppgreiðanlega hvenær sem er, þannig að þeim fylgja ekki uppgreiðslugjöld, sem er rétt, þau eru verulega hagkvæm og getum þá nýst ef af verður. Ég gerir nú fyrir bæjar og ræði það þó frekar. Sko, það er til hækkunar sjóðstreymis okkar sem ég tel mikilvægt núna að sé gert, þá líka og þá mæta þá hugsanlega einhverjum framkvæmdum eða hvað er. Aðstæður sem eru núna eru sem geta hugsanlega uppkomið eru, skulum orða það þannig, það eru fordæmalausar. Þannig að það er ekkit víst að því verið náðu niður með einhverjum öðrum aðgerðum. Það er bara hluti sem við vitum ekki en sem komið er hvað verður. Já, þannig að við vonum það besta í þeim efnum eins og við öll bara, það er eitthvað sem kemur í ljós. Við skulum ekkit vera að gera okkur það í hugulend strax en við skulum vera þetta búin, það er alltaf gott. En ég held að við séum ekki að samþykja lán á hverju fundi en við höfum tekið lán eðlilega. Þannig að ég vona að þetta nýtist okkur og við sem gerum okkur betur hæf til þess að takast á við það sem framundan er, hvað svo sem það verður. En orðið er laust. Ragnar Sigurðsson gerur svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Það hefur svo sem verið komið inn á örar lántökur, svo sem auðvitað er þessi 100 milljón króna lántaka sem hér er, var auðvitað gert ráð fyrir henni í fjárhagsáætlun og kom hér margoft fram þá fyrir rúmum 2 mánuðum síðan að við værum ekki endilega að horfa til þess að nýta þá lánaheimild en auðvitað var það öllum ljóst að það blasti við. Svo 100 milljón króna viðbóta lántaka núna er svo vegna verri sjóðstöðu heldur en áætlað var og það er mikilvægt að við séum með góða sjóðstöðu þannig að við getum brugðist við og ef að það er að við getum í rauninni greitt upp lán sem eru óhagstæð á fyrir þetta lán og þessum lánakjörnum þá er það auðvitað hið besta mál. En það er hins vegar alveg rétt eins og Rúnar kom hér inn á að við höfum verið að taka lán í meiri mæli og við höfum verið að taka lán á þeim tímum þegar að önnur sveitarfélög að greiða niður skuldir og við höfum svo sem tekið þessa umræðu áður og bara nú síðast við afgreiðslu síðustu fjárhagsáætlunar. Það sem að hins vegar blasir við hjá okkur er að við þurfum að greina stöðuna og við þurfum að vera á tánum. Við getum ekki falið okkur á bak við kórónuveiruna. Hún ein og sér skýrir ekki þessa lántöku. En það er vissulega gott að vera við öllu búin. En við verðum að taka einhverja umræðu það hvernig við ætlum að bregðast við. Við getum ekki verið í þessum lántökum áfram.
við verðum að mæta þessu með einhverjum hætti og við höfum tekið þessa umræðu líka áður. Þá var engin ástæð til að endurskoða fjárhagsáætlunina. Þá vonuðu menn hið besta að það yrði sá loðnubrestur sem var í fyrra væri bara bundin við tímabundi ástand. Nú það komið á, nánast á daginn held ég geti fullyrt að það ekki útlit fyrir að verði loðna þessu ári. Það var talað um það við afgreiðslu fjárhagsáætlunar við lok síðasta árs að við gerðum ekki ráð fyrir loðnu, en við erum aftur á móti að gera ráð fyrir láni og við erum að taka viðbótarlán núna og það ekkert annað í stöðun en að samþykkja þessa lántöku, en ég kalla eftir því að við förum að leggja í þá vinnu að undirbúa aðgerðir svo að við séum ekki að taka enn fleiri lán og við séum ekki að fara að afgreiða næstu fjárhagsáætlun með lánaheimildum. Því það ekkert útlit fyrir annað eins og framhorfir. Við erum að gera ráð fyrir gríðarlegum framkvæmdum á næsta ári. Og ef við ætlum ekki bregðast við núna, að þá endar það í lántöku. Orðið laust. Einar Már, gerðu svo vel. Forseti, ekki neitt mikið málum þetta held ég mjög einfalt eins og kom fram hjá Ragnari að það ekkert annað að gera en að samþykkja þetta. Ég vona að ég sé ekkert að miskilja, en mér fann svona líka í loftinu að það væri svona einhverjar áhyggjur af því að menn væru bara svona sólunda þessu, en það liggur út alveg ljóst fyrir eins og við vitum að síðast áru þetta var framúrkeyrsla. Og ég hef áður fjallað það að við þurfum sérstaklega að bregðast við því og breyta vinnulagi og það verið að gera það núna á margan hátt og við ætlum að varast það að fara fram úr og passa okkur og það eins og kemur fram í minnisblaði fjármálastjóra þá fórum við fram úr á síðast árum 181 milljón sem við afgreiddum síðan hér og það verið að laga sjóð okkar með tilliti til þess, þannig að þetta skiptir máli. Það liggur auðvitað líka ljóst fyrir og það auðvitað eðlilegt og gert í bæjar og það fara reglulega yfir það hvernig þessu ráðstafa, hvað mikið fer í það að borga niður óhagstæðari lán og svo framvegis. Þannig augljóslega hagstætt lán að velja sem komið velirði fyrir og síðan það auðvitað bara metið hvernig það verður með farið, en ég get verið alveg sammála því að við ætlum okkur ekki að vera hér auka stórlega lán. Það liggur hins vegar ljóst fyrir að við þurfum mjög fljótlega að taka til dæmis ákvörðun það hvernig við ætlum að standa að þeim endurbótum sem nauðsynlegir á Fjarðabyggðarhöllinni. Og verði engin breyting þá það augljóslega ein leiðin sem við getum þurft að fara og þá það auðvitað að meta það skynsamlegt eða hitt skynsamlegt að láta hlutina bíða og hugsanlega í því tilliti verða dýrari. Ég vil líka minna á það að sérstaklega því að sumir bæjarfulltrúar hér tilheyra þeim ríkisstjórnarflokkum sem að nú stjórna landinu, að það yfirlýst stefna að reyna að spýta í vegna þess sem framundan þeirra óvissu, þannig að við þurfum að gera það og þetta þetta bara hlutur sem við þurfum að fara yfir í hvert skipti. Ég allavega ekki þeirra gerðar að ég vilji vera með einhver trúarbrögð þeim efnum, ég held að það þurfi bara að meta hvert tilfelli fyrir sig og átt okkur á því hvað skynsamlegast að gera. Og ég alveg sammála Ragnar í því að það skynsamlegt við þessar aðstæður núna að samþykkja þessa lántöku. Já, orðið laust. Ragnar Sigurðsson, gerðu svo vel. Ég held að enginn hafi getað skilið mín orð þannig að ég var að gefa í skyn að einhver væri að sólunda fjármunum. Þetta snýst alltaf forgangsröðun fjármuna og auðvitað þurfum við alltaf að taka ákvörðun það hvort að eitthvað á að bíða. Við vitum það öll sem hér við getum ekki ráðist í allt strax og þetta mat á því hvort að eitthvað dýrara þegar upp staðið, en við megum ekki gleyma að taka vaxtakostnaðinn inn í þetta. Að þegar við ætlum að fara í viðhaldskostnað út af því að það dýrar að láta það bíða, þá megum við ekki gleyma því að vextirnir á lánunum sem við erum að taka eru gríðarlegir peningar og þá fáum við ekki tilbaka. Og
Og það sem að ég einfallega gefa í skinn hér eða bara að leggja til að við förum í þá vinnu við það að greina það hvernig við getum farið í þær nauðsynlegu framkvæmdir sem að við teljum okkur þurfa að fara í. Ásamt því að fara í nauðsynlegustu framkvæmdirnar, þannig að við séum ekkert að draga úr neinu. Og það bara nákvæmlega eins og út af því að hann vitnaði hér í ríkisstjórnarflokkana. Þar verið að spýta í, en þar ekki verið að taka lán. Orðið laust. Lántökur Rúnar Gunnarsson gerir svo vel. Forseti, það engin vafi í mínum huga að við að taka þetta lán. Þetta mjög hagkvæmt lán. Það sem ég bara að segja að við erum líka með óhagkvæm lán. Og þau lán þurfum að greiða niður með hluta af þessu fé. Það það sem ég að segja en við að taka þetta lán. Og við erum kannski búin að bíða eftir því líka því þetta ekki lán sem eru bara maður gengur bara inn í. Í sambandi við að þið voru að blanda Fjarðabyggðarhöllin í þetta, þá förum við í gólfið núna. Ef húsið ekki bara mjög lekur, það þarf vantarlega að gera við það, en þó að þakið eða járnið sé fara að ryðga lítið, þá gerir það ekkert til. Það fullt af húsum með brúnt járn, sko, og það endist árum saman, jafnvel áratugum saman. Þannig að við erum ekki neitt hættu þar. En við getum beðið með það allt árið 2020 og 21 og 22. Það gerist ekkert meira. Þetta bara ryðgar áfram og þakið verður bara brúnt fyrir rest. Og stundum endist járn best eftir orðið brúnt. Þannig að ég ekki hræddur við þetta. En aftur á móti ef fólk kalt þarna inni þá getur vel verið við neyðumst til að fara í að innagráða. Rúnar, fleiri kveðsljós. Svo verðist ekki vera. Einar Már, gjörðu svo vel, fyrir gefðu. Gjörðu svo vel. Forseti, já, ég mjög ánægður með þær 2 síðustu ræður sem hafa hér verið fluttar vegna þess að ég minnist þess ekki að hafa verið að nafngreina eða neitt þegar að ég bara var að velta fyrir mér sko umræðinni og bara fá þetta skýrt og hún mjög skýr. Það eru allir á því að við þurfum að taka lánin, það sé hagstætt og hagkvæmt að taka það og við auðvitað hljótum að treysta fjármálastjóra til þess að leggja fram hina bestu tillögur það hvernig með það fjármunir farið. Mér fannst menn svona verið að fara yfir það svona sem ég líti á svona sem hið daglega starf fjármálastjórans að vera að velta þessum hlutum æti fyrir sér og síðan það auðvitað fjallað það í bæjaráði og síðan fáum við það hér til afgreiðslu og þannig á þetta auðvitað vera. Ég vona það að Rúnar sé rétti sérfræðingunni varðandi Fjarðabyggðarhöllina en við erum að bíða eftir niðurstöðu varðandi það svona skýrari. Hvað þarf að gera því að við þurfum að vera algjörlega meðvituð það hvað þarna að gera og ef að það fer saman að stoppa eða allavega hægja á riðinu með því að einangra þá hljótum við að velta því mitt fyrir okkur að það sé þá tvöfalt sem að það mælir með því að fara í slíkt en við þurfum að kanna kostnað og hvernig við mætum því. Það verður einar, fleiri kveðsljós. Svo verðist ekki vera þá berju upp áðurgreinda lántöku sem ég kynnti áðan þeir sem hann saði ekki með skeiðmerki, hún saði með 9 atkvæðum. Þá erum konið viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2020 sem lagði hér fram í framhaldirinu af umræðu á bæjarásfundum, bæði þeim síðasta og þar síðasta. Hann svo tilkomin, þetta viðauki sem komið til vegna lántöku áðurnefndrar hjá Lánasjóði sveitarfélaga, gervigrass á Fjarðabyggðarhöllina, sem við þekkja til sem var samþykkt að taka og fram yfir verkefni á viðhaldslistum, breytingar á Eiðisbúð sem áður voru kynntar, húsalegu samningum Hafnarbraut 2, breyting og stöðu handbærs fjár 7 árs og sölu á rafveitu Reyðarfjarðar. Samandregin hafa þessar breytingar áhrif á rekstrarútgjöld í A-hluta lækka 41 milljón, fjárfestingar í A-hluta hækka 77,6 milljónir króna og eignasali í A-hluta hækka 40 milljónir, auk sem lántaka í A-hluta vex 100 milljónir og leiguskuldbindingar í A-hluta vex 21 milljón. Í B-hluta hækka leiguskuldbindingar 10,6 milljónir og eignasali í B-hluta hækka 410 milljónir.
Sjóður upp á áslækkar 181, eigi fyrir einstakara stofnana og samstæðanir heild breytist til samræmis og samandregið var sjóðsta áætluð í lok árs 2020 358 milljónir króna en nú áætluð 701 miljón króna. Þetta sem svona, ekki að segja, í stuttu máli þegar við séð náttúrulega minnisblað fjármálastjóra sem fylgir miðaukanum, eða sem miðaukan heilsinni eftir samandregin áhrif hans að þessum þáttum sem áður hefur verið greint. Orðið er laust þennan viðauka. Engin kveðis ljós, ég byrja eftir saðnættar. Hann er saðnættur með 9 atkvæðum. Og þetta var hér síðasta mál á dagskrá í dag. Næsti bæjarstjórnarfundur er nokkuð kvik á honum, ekki eftir hálfu mánuði liðnum. Er ég nokkuð Nei, ég man ekki hvort það var frávik í þessum mánuði. Það er bara það sem ég var að hugsa um. Ég er 19. mars til hans sem við búðum með dagskrá. Ég þakka bæjarfulltrúum fundsettur og segi fundi slitið.